hans návist. Í hans návist finn ég frið. Já. Í hans návist finn ég ást. Amen. Við þurfum að bara fá að vera við fætur Jesú og fá að bara segja honum allt, alveg svo litlu börnin okkar koma í fangið okkar og segja okkur ef eitthvað bjátar á. Og þá að Jesús vill í dag mæta okkur, hann vill heyra hvernig við höfum það. Já. Og það akkurat í hans návist finn ég frið. Í hans návist finn ég frið. Í hans návist finn ég ást. Í hans faðmi finn ég frið. Gríp ég krossinn við. Ó Jesús, ég vil lifa í þér. Í hans návist finn ég frið. Í hans návist finn ég ást. Í hans faðmi finn ég frið. Gríp ég krossinn við. Ó Jesús, ég vil lifa í þér. Í hans návist finn ég frið. Í hans návist finn ég ást. Í hans faðmi finn ég frið. Gríp ég krossinn við. Ó Jesús, ég vil lifa í þér. Í hans faðmi finn ég frið. Gríp ég krossinn við. Ó Jesús, ég vil lifa í þér. Amen. Komið sæl og blessuð öll. Þegar Jesús talaði komu heilags anda og eðli hans, þá segir hann, af mínu mun hann taka. Af mínu mun hann taka. Og mér hefur verið hugleikið þetta orð af því að það er svolítið merkilegt hvaða sögu við getum flett upp og bent á varðandi Jesúm Krist. Og ég ætla að byrja á því að sýna ykkur þetta hérna. Þetta er Azusa Papers. Þetta er samansafn úrklippur úr blöðum sem voru gefin út á tímabilinu 1905 til svona 1920. Og þá er verið að segja frá því sem að gerðist í Ameríku og ýmsum öðrum löndum varðandi heilagan anda. Það er sagt frá einni konu til dæmis, hana langaði svo gríðarlega mikið að tala við rússneska innflytjendur. Þeir áttu þarna orðið nokkuð stóra kirkju í Kaliforníu og hún fór á bæn og bað drottinn, viltu hjálpa mér að tala við þessa rússa? En ég kann bara ensku. En hún fór í smæð sinni og á samkomu hjá rússum og svo er augnablik í samkomunni þar sem að hún svona fer að tala tungum. Og hún heyrir að þegar hún er að tala tungum þá eru rússarnir að svara og þeir játa og þeir svona kinka kolli við tungutalið hennar og hún vissi ekki hvað hann var að segja svo sem hún var bara að tala tungum. Og svo kom þetta maður til hennar og eftir og sagði, þakka þér fyrir boðskapinn, þú gafst okkur fagnaðarerindi. Og hún var alveg undrandi á þessu sjálf, en þetta gerðist hjá þeim.
og svo þeir núna, þetta ákveðin tímamót í sögu hreyfingarinnar. Þeir að halda upp á 90 afmæli safnaðarins í Reykjavík núna og fyrir 90 árum þá kom hingað norskur eða enskur maður, T.B. Barratt. Hann var forstöðumaður Fíladelfíu í Oslo og hann hjálpaði að stoppsetja bæði Fíladelfíu í Reykjavík og Hvítasunskirkjuna eða Fíladelfíu á Akureyri. Og þessi T.B. Barratt, hann var nú merkilegur kall. Þetta var þegar hann kemur hérna 1936. Þá á hann ekki nema örfá ár eftir. Og við innrás Þjóðverja í Noreg, þá var hann á dauðalistanum. Og þeir komu heim til hans og þeir bönkuðu upp á og þegar ekkjan hans opnaði dyrnar, þá segir T.B. Barratt, hann hér? Nei, hann farin í paradís, segir konan. Og þá skrifaði Þjóðverjinn á miðan, farin í paradís, leitum áfram. Það var nýlega dáinn, þeir hefðu ekki uppfært, en þetta þótti mjög skemmtileg þessi saga flaug Noreg og það meira hægt að segja T.B. Barratt sem kom hingað fyrir þetta 90 árum. Hann skrifaði bréf og það svolítið merkilegt, þetta birtist í Kosset Segir, ég með ljósrit af þessu. Hann skrifaði bréf til Edvard Petersen. Þessi Edvard Petersen var bara íbúi í Ålesund. Hann var einn af þeim mönnum sem talaði tungum í Ålesund. Og það gerðist að hann skrifaði Edvard Petersen bréfið og hann vissi ekki heimilsfangið. Svo hann nefndi bréfið Edvard Petersen tungetaler og sendi þetta í postin. Og posturinn fekk bréfið, já, tungetaler, það bara einn í byggðinni og bréfið kom til skila. Svona eigum við margar sögur og þessi tungetaler, Edvard Petersen, hann var nú ekki álitinn alveg í lagi. Og fólkið í bænum því líka bara ekkert við kallinn. Hann var að vitnandi á torgum og talandi við fólk og hann var alltaf að tala tungum og hann pirraði fólk. Og það gerðist þarna að svona í kringum 1945, þá pirraðist fólki við hann, það hrakti hann úr byggðinni, hann bjó í Ålesund og það var aðeins ein leið út úr Ålesund og inn í landið. Og fólki hrakti hann að byggðamörkunum og þegar hann var komin út fyrir byggðamörkin, þá snera sig að fólkinu og sagði, þið rekið mig ekki lengra, eins og þið hafi farið með mig í dag, þannig mun Guð fara með ykkur. Og mönnum þótti nú þetta svolítið skrítið, hvað þessi heilagsandafyllti maður sem tala tungum og hóta okkur illum. Svo gerðist 1906, bara örfáum mánuðum eftir þetta, að þá var Edvard Petersen heima hjá sér og hann gerði eins og venjulegt var, bara gangi gólf og lyfti höndum og talaði tungum og var bara bæn. Og þá segir Guð við hann, vertu öruggur heima hjá þér. Vertu öruggur heima hjá þér. Ekki fara. Og þá kemur dóttir hans og eiginkona. Þau koma hlaupandi inn, þau höfðu verið í bænum og sögðu, Edvard, við verðum að yfirgefa bæinn, við verðum að fara úr húsinu, það alltaf að brenna hérna fyrir utan okkur. Nei, Guð var að tala við mig, hann sagði mér bara að vera kurr, þetta væri öruggasti staðurinn fyrir mig. Það getur ekki verið, sögðu þær og þær fóru að taka út skápa og rúm og settu þetta út á lóð og þá bara allt í uppnámi í bænum vegna þess að þá voru börn að leika sér í utanasta húsinu og þau fóru að leika sér með eld og auðvitað gaman að vera með kerti og kveikja í og þau kveikti í gardínunum og gardínunum alveg föðruðu upp og það fóru bara meira heldur en þau áttu von á. Það fóru í loftin, þau kveiktu í húsinu. Svo þurftu þau að hlaupa út en húsið var orðið alelda. Og það var akkurat þægileg gola sem blés frá hafi og inn á bæinn og eldurinn fór í næsta hús. Og líka þar næsta. Og svo koll á kolli. Og þau fóru að brenna þarna húsin í Ålesund, alveg viðstöðulaust. Og það réðst ekki neitt við neitt. Og eldurinn kom að húsi Edvard Petersen, tungetaler. Og Edvard Petersen, hann heima, konan búin að taka upp rúm og skápa og þau ætlaðu að bjarga ykkur af möblunum. Það sem fór út á lóð brann allt til kaldrakola.
Konan hljóp í burtu og dóttirin líka, en Edvard Petersen var heima og bað. Og eldurinn, hann kom að húsinu, svo fór hann framhjá í næstu hús, en húsins Edvard Petersen var eina húsið í bænum sem var óskaddað og óbrunnið á þessum degi. Og þá rifjaði fólkið upp. Það var rétt sem maðurinn sagði, eins og við fórum með hann, rákum hann í burtu, þannig voru við rekin í burtu, úr byggðinni. Og það var alveg stórkostlegt tjón, eignatjón í Ålesund. Ef þið farið til Noregs, til Ålesund, þá getið þið leitað þetta hús uppi, að lítill koparskjöldur á húsinu, sem segir eina húsi sem bjargaðist í eldsvoðanum mikla 1906. Sjáðu hvað heilagur andi hefur gert, sjáðu hvaða vitnisburð við eigum, en nema von að Biblían skuli segja við okkur að þeir töluðu stórmerki Guðs. Þetta sögðu þeir sem töluðu tungum á hvítasunnudag forðum. En hvernig var ástandið áður? Var allt í lagi? Einhvern tíma var það svoleiðis að William Booth stofnaði Hjálpræðishersins. Þetta haft eftir honum og við erum að tala hann upp í svona 1870-80 og hann kom með þessa predikun að einkenni síðasta tíma. Hann sagði að trú án heilags anda verði trúin sem ríkir bæði í Englandi og í Evrópu. Trú án heilags anda. Og við erum að sjá að þetta ásóldi við í dag, er ekki satt. Er ekki meira lagt upp úr siðum og venjum heldur en að hafa þessa trú heilags anda. Við erum eina af þeim fáu á Íslandi sem höfum þá trú og höfum þá reynslu að við höfum skýrt í heilugum anda og tölum tungum. Og skömmumst okkar ekki fyrir þetta vegna þess að þetta er ein stærsta Guðsgjöf sem hjálpar okkur yfir hjallana og erfiðleikana. Þegar við ekki skiljum, velkomin í hópinn. Það er svo oft sem að við mætum kringumstæðum sem við bara hreinlega ekki skiljum. Þá er heilagur andi, gjöfins frá Guði, til þess að bæði fríða sál okkar og tilfinningar, svo við getum átt okkur á hvað er í gangi. William Booth var þessa áskynja. Hann sagði líka, við boðum kristindóm án Krists. Við fáum fyrirgefningu án iðrunar. Þetta er svona stóra setningar. Hjálpræði án endurfæðingar. Stjórnmál án Guðs. Og sjáu hvað er athyglisvert með stjórnmálin. Það er nú bara komin, það var mikill sigur hjá Sjálfstæðisflokknum sem ætlaði að gera allt strax. Tóku þetta því? Hvernig gengur þessu fólki sem ætlaði að gera allt strax að ná saman Reykjavík? Af hverju er það ekki búið? Hvað er í gangi í pólitíkinni þegar þeir geta ekki gert strax? Þeir náðu hérna á Suðurnesjum sem betur fer og ég bið ykkur að biðja fyrir þessu mönnum eða þessu fólki sem ræður hér yfir Suðurnesjum núna, því það þarf ekkert annað heldur bara blessun Guðs yfir Suðurnes. Það er óþarfi að hafa það yfir ykkur að Suðurnes verður líklega fátækasti staður á Íslandi, eins og kom fram fyrir 2 árum. Þá sáu menn hafa mjög dökkt ástand yfir Suðurnesjum. En þegar Guð grípur inn í og stjórnvöldin eru rétt hugsandi, þá vitið þið að Guð gefur þeim hugmyndir sem gerða verkum að það kemur blessun yfir bæði byggðarlagið, yfir stjórnendur, yfir atvinnulífið, nefnið það. Þá verður vöxtur hér á þessu svæði og ekki selja húsin ykkar strax. Verið bara róleg. Það er bjart framundan þegar Guðs andi er yfir. Og svo kemur það hjá honum William Booth, stjórnmál án Guðs, himinn án helvítis. Og það er kannski veikleikinn okkar hér í söfnunu líka, því heyrið okkur ekkert mikið tala helvíti og glötun. Við tölum miklu meira himinin og við ætlum þangað. Við trúum því að þegar við erum komið hér á samkomu og erum undir náð heilags anda og höldum þessu orði að ykkur, þá vitið við erum að opna fyrir himninum yfir ykkur. Og mér finnst það svakalega merkilegt þegar við tölum þetta á þennan hátt, að það sem að William Booth sagði, það reyndist alveg hárrétt. En hversu mikils, hvað þurftum við þá að gera
til þess að einmitt ná þessum krafti heilags anda yfir okkur? Hvað þurfum við að gera til þess að fá sögun hans Edvard Petersen yfir okkur? Hvað þarf að gerast þegar við fáum að reyna það að við erum ekki æskileg, alveg eins og með T.B. Barratt, þegar nasistarnir ætluðu að taka hann af lífi og þá var aðal meiningin hjá Þjóðverjum að útrýma allri kristni. En hugsið ykkur, þetta gerist þá rétt 1940 þegar bara Noregur var hernuminn. Hvað gerðist á Íslandi rétt áður en að Bretarnir komu og rétt áður en styrjöldin var til? Það var heilmikill klofningar á Íslandi hvort að við ættum að standa með Þjóðverjum, nasistum eða hvort við ættum að standa með Bretum. Og þetta var heilmikill pólitískt deilumál þegar Hermann Jónasson var forsætisráðherra. Hann var á Laugarvatni þegar Bretar komu og tóku landið og hann spurði hvorir komu. Og þeim hann var sagt þetta voru Bretar. Já, Guði sé lof, sagði hann. Þá var hann feginn því að það voru Bretar sem kom og tók þetta land. Og svona til gamans, þá var búið að setja lög á Íslandi. Það mátti ekki efna til almenns fundar sem voru fleiri en 3. Og lögreglan í Reykjavík til dæmis, eða voru 5-6 saman, þá kom hún gjarnan og stuggaði frá og sagði, heyrðu, þið með ekki vera svona margir saman því að það er stríðsástand í Evrópu. Og svo gerðist það hjá lögreglunni í Reykjavík. Hún sá allt í einu að það var skip við bryggjuna og það var alveg hrúga af mönnum niður á bryggju. Þessi lögreglumaður, hann var bara starfi sínu vaxinn. Hann fór á hjóli sínu að bryggjunni og sér þarna bara vopnaða menn. Þetta var bara breski herinn mættur og hann flautaði og stoppaði og sagði, hei, þið verðið að fara aftur borðið skipið. Þið með ekki komið land, þið eru of margir. Og Bretarnir, ungi strákar, þið viti hvernig þetta er, þeir náttúrulega fóru ekki strax að gera grín að manninum og það var hlegið og þeir hlustu ekki neitt á hann og lögregluþjónninn reyndi að baða út öllum öngum og sína alla þann mátt sem hann hafði í lögreglubúningi. Svo er til skýrslan sem hann skrifaði og það er alveg greinilegt hvað hann var svektur og sár yfir því að menninni hlýddu honum ekki. Hann var algjörlega óvopnaður. Hann bara gerði svo góður Íslendingur, nei þetta má ekki og ætlaði að fara á móti breska hernum, vopnlaus. En þeir bara hlógu. En hvað gerðist í Evrópu á þessum tíma? Og ég er með smá klippu sem að ég held að eigi alveg erindi til okkar. Mér finnst allavega mjög merkilegt að þessi tími, þegar nasistar voru að ráða ríkjum og taka Þjóðverja og síðan Evrópu, þá var heilmikið deilumál í Þýskalandi og það er 1936 sem að kirkjurnar í Þýskalandi halda fund og þetta er svona eins og sínótus og þeir eru að athuga, eigum við að taka við heilugum anda eða eigum að sleppa honum. Þá var valdið að komast til nasistana og þá sögðu kirkjurnar í Þýskalandi, nei, Guð hefur útvalið okkur til þess að vera stjórnendur Evrópu og hann ætlar að gera það í gegnum nasismann. Við þurfum ekki heilagan anda. Svo vitið við hvernig sagan er, að sagan er svo grá og hún er svo slæm að Þjóðverjar, þeir veigra sér ennþá við að tala þessa sögu. Þeir völdu annan anda, þeir völdu nasismann í staði fyrir Guðs orð. Svo það skiptir máli fyrir okkur sem erum að tala að Drottinn, hann fá að vera með okkur svo við fáum að benda á það sem að er örugglega rétt í þessum kringumstæðum. Áður ég held lengra fram, það fylgir okkur alls konar mál. Ég tók bara þetta úr minni sögu. Ég var eins að mótmæla Ólafi Skúlasyni og vinur minn Sigmund Jóhannsson, hann teiknaði þessa mynd því að ég var að tala það að Guðs lög þyrftu að ríkja á Íslandi. En Ólafur Skúlason var ekki alveg til í það að láta eitthvað Guðs lög ráða. Við vorum komin í nútíman. Og Sigmund gerði náttúrulega grína þessu og sýnir það að Ólafur Skúlason, hann gaf tóninn á meðan. Við höfum það yfir okkur að Guðs lög eru stundum tekin í samhengi, tekin úr sambandi og jafnvel á Íslandi höfum við dæmi þess að menn hafa samþykkt á Alþingi
lög sem að standast ekki Guðs orð. Og það er rosalegt. Og þið heyrið núna að það er átök milli þess hvort að bæjarstjórn eða borgarstjórn eigi að taka afstöðu gegn regnbogafánanum eða ættu að vera með honum. Þess vegna er þetta ekki komið strax hjá þeim. Af því það eru þarna bitbein á milli þessara flokka, hvað þeir vilja, hvað þeir kalla mannréttindi, hvort að Guðslög fá að hljóma eða er það bara mannréttindi. Og á hvítasundag 2026 þá höfum við náð til þess að tala við ykkur það að það er verið að ógna veldi Guðs með þessum regnbogafána. Hann er ekki til frelsis. Hann er ekki til að Guðs vilji komi fram. Hann er ekki til þess að leiða fram réttlæti, frið, huggun og Guðs ríkið. Því að þeir fá ekki erfa Guðs ríkið, segir Páll postuli. Svo við erum á mjög merkilegum tímamótum sem að ég held að ég alveg erindi til okkar og mér finnst eðlilegt að ég tengi það saman við þessa hvíta sunnu. Fyrir nokkrum árum þá var ég á ráðstefnu í London, kynntist þessu manni. Og þessi maður er búinn að vera trúboði, hann var trúboði í Eþíópíu og einhvern tímann þá var hann fór reglulega til Mogadishu. Og þegar hann er þar, eitt skiptið, og hann er að koma inn á brautastöðina og ætlar að fara með jafnbrautarlestinni aftur tilbaka til Eþíópíu, þá kemur þarna imman til hans. Þessi maður heitir Gingras, Darrell Gingras, og okkur var bara mjög vel til vina. Og þá segir þessi múslimi við hann, Darrell, þú ert kristinn? Já, ég er kristinn. Reddaðu með Biblíu næst þegar þú kemur. Á hvaða tungumáli? Já, helst best á mínu tungumáli, en bara alveg sama. Reddaðu með Biblíu. Svo leið hver hálfu mánuður og þá fór hann aftur til Mogadishu. Hann var með Biblíu á þeirra tungumáli, var bara með henni í töskunni. Og það er samfélagshópur þarna kvöldið og þá kemur þessi maður á samfélagshópin. Og þetta var imman að döðu það. Og þá segir Darrell við hann, ég er með Biblíu handa þér, gjörðu svo vel, þú mátt bara eiga hana, Drottinn blessi þér þetta. Já, ég þarf að lesa Biblíuna, segir hann. Svo fór hann að lesa. Og Darrell vissi ekki að þessu fyrir einhverjum 2-3 mánuðum seinna. Þá hittir hann aftur. Og þá sagði þessi maður, Jesús Kristur er sko frelsari minn. Hvað gerðist, segir hann. Ég var að lesa. Ég var að bera saman Biblíuna og Kóraninn og ég var að fletta og ég sé að það er önnur bókin sem er ekki Guðsbók. Hin bókin er Guðsbók. Svo ég tók Kóraninn og Biblíuna og ég lyfti þeim upp og sagði, Guð, hvor er bókin þín? Þá er eins og þessi slegið í hendina, það sem Kóraninn er, hann hendist upp í loft og hann kuðlast niður við vegginn. Og ég veit að þetta er bók Guðs, segir maðurinn. Og Darrell var nú alveg undrandi á þessu. Sá held þessi maður áfram og segi, ég skal segja þessi líka annað. Mig dreymdi draum. Ég var á gangi og svo fór ég inn í strætó og ég er að keyra göturnar í Mogadishu. Og allt í einu sé ég það að hópurinn af fólki sem er sitt hvoru megin á götunni, hann hrúast á mitt strætið, stoppar strætisvagnin, kemur inn, tekur mig og konu mína og þegar þeir eru að færa mig út dyrnar, þá er ég skotin í höfuðið, sagði hann. Og svo fór kona mín strax á eftir. Og Darrell, hann fekk alveg bara kökk í hálsinn og segir, vá Guð, ekki ætla að láta þetta gerast. Svo hann segir, hvað ætlar að gera? Ætlar ekki að koma þér í burtu? Nei, sérðu ekki hvað þetta er blessað? Ég má deyja fyrir Guð minn, sagði þessi imman. Og vitið hvernig hann dó? Nákvæmlega eins og hann dreymdi. Nákvæmlega. Ég heyrði þetta frá þessu manni og þótti þetta afar merkilegt. Guð talaði til okkar í draumum og nætur sínum og hann lætur því vita hvað framöndan er. Og þú skalt ekki halda það að Guð sé hættur að vinna í þér. Hafa hann unnið í þýsku þjóðinni og hafa hann hjálpað Íslendingum eins og föður mínum þegar pabbi minn var ungur. Þá var þessi maður að ná völdum í öllu Þýskalandi og þá voru heilmikil átök hér á Íslandi, það voru ungliðasveitir nasista, það voru komnar
og þeir gengu til dæmis Vestmannaeyjabæ, menn sem að ég þekkti og ég vann með. Þetta voru þá ungir menn, allir klæddir í svo nasistar og heilsuðu að Hitler síð. En þeir áttu enga samleið með fólkinu í Betel. Það var svo merkilegt. Það var algjör aðskilnaður milli nasisma og kommunisma og fólksins í Betel. En þeir sem að hlustuðu á heilagan anda, eins og faðir minn og fleiri, þeir frelsuðust frá þessum villu stefnum í pólitík, þeir hættu að kjósa eða heillast af kommunisma og nasisma. Og hvað haldið að gerist hjá okkur þegar við erum að biðja fyrir stjórnmálamönnum? Haldið að andinn sem að hefur vakið okkur ákveðið val, við erum að sjá það er ekki endilega hægt að treysta stjórnmálamönnum. Þeir eru að selja sannfæringu sína. Við viljum fá stjórnmálamenn sem standa við sannfæringu sína. Og ég vil hafa þá menn sem í framboði sem standa og falla með stefnu sinni. Og þeir vita að það sem þeir gera og eru búin að fá í hjarta, Guð að leiða fram sinn vilja. Það kannski ekki endilega tími okkar strax, en tímin okkar þegar við kjósum, þegar við veljum, þegar við segjum Drottinn, nú ætla ég að velja þá sem þú vilt blessa og vilja þig áfram. Og takið eftir að blekkingarnar sem koma til okkar, það koma líka með Sjálfstæðisflokknum þegar hann segir strax og svo getur hann ekki tekið ákvörðun strax og þeir eru hikandi. Við þurfum átt okkur á því að þegar Jesús Kristur að kalla þig og mig, þá hann að kalla okkur til þess að við gerum málin og höfum málin á hreinu strax. Eigum aðeins að skoða eitt atriði, ég ætla að ljúka máli mínu svoleiðis. Það gerist í upphafi Mattheusarguðspjalls. Mér finnst það rosalega merkilegt módel, má ég orða það þannig. Við förum í 3. kapítulan og við skoðum orð Jóhannes skýrara. Það 3. kapítulinn, það aðalega annað versið. Á þeim dögum kemur Jóhannes skýrari fram, predikar í óbyggðum Júdíum. Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki nálægt. Gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Og þetta ekki eitt af því sem við vitum að boðskapurinn sem hefur fyllt okkur? Hvað gerði síðan? Ef við flettum bara í næsta kafla, 4. kapítula, þá sjáum við að það tala Jesúm Krist, 17. versið, upp frá þessu tekur Jesús að predika og segja, gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Við erum að sjá 2 aðila sem hefja sína þjónustu, Guðs þjónustu, með þeim boðskap, gjörið iðrun, því himnaríki í nánd. Gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Bæði Jóhannes skýrari og Jesús Kristur tóku sama pól í hæðina. Hvaða pól ættu við að taka? Hvaða póll ætti að hljóma hér hjá okkur? Hvað þýðir þetta að gera iðrun? Skiptum skoðun, vertu á annarri skoðun, breyttum hugsunarhátt. Má segja þetta? Því að það eru allir sem eru svona vel menntar í dag, þeir þurfi ekki að vera að skipta skoðun, þeir eru ekki að láta gamlan boðskap ráða yfir sér, þeir bara gera það sem þeim líst. Svo þegar við klárum Guðspjöllin og við förum inn í postulasöguna og þá sagt að tímabil kirkjunnar hafi hafist. Hvernig byrjaði tímabil kirkjunnar? Jú, þeir eru samankomnir á hvítasunnudag, þeir eru 120 saman, en Jesús Kristur birtist 500. Hvar voru hinir 380? Af hverju voru þeir ekki á samkominni? En þessir 120 sem voru á þessum hvítasunnudagsmorgni klukkan 9, þá bara kemur aðdínjandi sterkviðris. Og hvað fara þeir að tala um? Hver hélt ræðuna á samkominni? Þeir eru allir að tala sínum tungum stórmerki Guðs. Og við höfum fullt af dæmum stórmerki Guðs sem við megum alveg láta hljóma. Og stórmerki Guðs eru fólgin í því að hann hjálpar okkur til þess að feta brautina, taka réttu leiðina í gegnum tíðarandan. Við fáum að standa á Guðs orði, við fáum að standa á því sem Guð hefur sagt, til þess að við stöndum stöðug og vitnisburðin Guð. Hann verður kunnur hjá þjóðinni. Ef þessi þjóð fær að vita það að þeir predikuðu, bæði Jóhannes og Jesús gjörið iðrun, hvað ætli kirkjan eigi að boða í dag? Við lesum aðeins í Postulasögunni 2 og Pétur, hann að útskýra mál sitt og mér finnst alveg gríðarlega merkilegt þegar þú kemur hérna fram í 38. versinu.
líðurinn sem að heyrði menn tala stórmerki Guðs, Pétur hann útskýri málin og þá stungust þeir í hjörtun. Og þeir segja, Pétur, hvað eigum við að gera? Hver var boðskapur til þeirra? Hvað eigum við að gera? Sáu þetta vers, 38. vers. Pétur sagði við þá, gjöru iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krist. Af hverju var ekki sagt, látið skýrast og þá eru búin að fá allan pakkan. Þá bara eru orðin kristinn. Af hverju var fyrst, gjöru iðrun. Af hverju sama módelið hjá Jóhannesi skýrara, hjá Jesú Kristi og hjá kirkjunni í upphafi. Gjörið iðrun og hver og einn látið skýrast. Það hefur verið þannig, og þið sjáuð alveg greinilega þegar við förum nánar inn í þessi atriði, að skýrnin er ekki fyrsta atriðið sem að þú boðar mönnum að taka. Það er atriðið númer 2. Fyrsta atriðið er þú skiptir skoðun. Þú gerir Jesúm Krist að höfðingja og leiðtoga og frelsara þíns. Og sjáu hvað þetta er athyglisvert, með þess að sko, þegar við tökum hann Pál postula, þá er Pál postuli, hann segir ekki sendi Kristu mig til þess að skýra, heldur til að boða fagnar erindið. Það er mikilvægasta erindi sem kirkjan hefur, það er að boða það fagnar erindi sem hefur áhrif á hugsunarháttinn, sem hefur áhrif á hugsanir okkar, sem gerir það verkum að við sjáum stórmerki Guðs, við vitum hvað Guð gerir og við erum eins og íslenski lögregluþjónninn sem fór á móti breska hernum, einn á móti mörgum. Og breski herinn, hann gerði þó grín, en maðurinn hann stóð á rétti sínum, hann var að framfylgja lögum ríkisins sem var íslenska ríkið. Og meira þess að einn á móti öllum, Guð er með honum. Þegar Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Hvað erum við að tala að hafa fengið heilagan anda? Heilagur andi er þessi stórkostlega gjöf sem að við eigum virkilega Guði að þakka, því það er ekkert eins stórkostlegt fyrir okkur eins og standa frammi fyrir þjóð og segja við hana, gjörið iðrun til þess að Guð blessi. Og höfum það í huga, þegar við gerum iðrun og við snúum við og við gerum það sem er Guðs vilji, þá er eitt og annað sem mætir okkur. Við vissum ekki 2001 hvað var framundan. Við áttum okkur ekki á því. En heilagur andi, hann getur alveg sagt við okkur í dag, gætið ykkar, biðjið fyrir landi ykkar og þjóð, því að það er ég sem vendi ykkur. Það er ég sem varveiti ykkur. Og allir sigrar sem að Ísraelsmenn fengum þegar þeir voru óhlýðnast Guði, þeir voru fyrst varaði við og þegar þeir gerðu iðrun og sneru við, þá fenguður sigur yfir stórkostlegum herju. Þeir vissi ekki hvað þetta var sterkt, en Guðs andi var með þeim. Og við erum að biðja sama tíma, Guð, komi andi þinn yfir okkur. Verið fagnaðarerindi boðað á meðal okkar með þeim hætti og með þeim krafti að við vitum að Guð styður okkar mál. Þetta er ekki til þess að við höfum á rétt að standa, þetta er til þess að hann fái sína dýrð yfir okkur og hann fái sannað hver hann er. Heyri, amen. Ég ætla að ljúka mínu máli svona. Ég ætla að biðja ykkur að standa upp. Og mér langar til að við verum samið í því að biðja fyrir land okkar og þjóð. Landið okkar þarf á Guði að halda. Eru þið sammála? Jesús, þakka þér fyrir mig. Biðja fyrir því, elskaði Herra, að landið okkar það megi leita til þín, spyrja þig og gömlu göturnar og hamingjuleiðin sem að þú hefur áætlað að komi fram og verði okkar götur og okkar leið, að það fái athygli bæði stjórnenda, þeirra sem eru í pólitík á alþingi, þeirra sem stýra bæði bæjarfélögum og sveitum, Drottinn, að þetta veri fólk sem spyr gömlu göturnar. Og við biðjum andlega vakningu yfir Ísland. Og Drottinn, hér eru við, ef við vilt nota okkur í þeirri vakningu, þá segjum við, hér eru við, Drottinn, send to me. Alveg svo Jesaja talaði Og Drottinn, leyfðu heilaga anda þínum vera yfir okkur og með okkur og hjálpa okkur til þess að við bregðumst þannig við heilagum anda, að við gleðjumst yfir því verki sem að þú hefur þegar fyrirbúið handa okkur. Það er ekki ógnanir og skelfingar sem stýra, heldur vonin Guðs ríkið. Hún er að rætast.
Þetta að koma. Við vitum að endurkoma þín fyrir dyrum. Gerðu mig reiðubúinn og tilbúinn í Jesú nafni. Amen. Þið sammála? Amen. Náð Drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda verið með ykkur öllum. Amen. Í Jesú nafni. Ég kveð ykkur svona þessu sinni og við skulum fara svo upp og njóta þess að vera í samfélagi hvert við annað og njóta þess að tala saman heilagan anda, Drottinn og gefum honum dýrðina. Og Guð gleymir ekki bæninni þinni þegar þú segir við hann, gefðu mér heilagan anda. Leyfðu mér að vera hluthafi í þessu. Amen. Drottinn bless ykkur. Minn ykkur á gullkeðjuna sem við bindum ykkur við.